Grindavík nú opin fyrir almenning samkvæmt ákvörðun lögreglu í kvöld en gýs úr 10 gígum á Reykjanesskaga þótt virkni hafi minnkað. Gasmengun berst á Vestfirði og Norðurland. Ísland og Evrópusambandið stefna að samstarfi í varnar- og öryggismálum. Þetta kom fram eftir fund Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar ESB, með forsætis- og utanríkisráðherra í dag. Fleiri en 350 hafa verið drepin í Sýrlandi síðustu daga. Í dag var samið vopnahlé milli sýrlenskra stjórnvalda og Drúsa. Samfélag Drúsa og Íslandi mótmæltu við bandaríska sendiráðið í dag. Strandveiðum í sumar lokið þrátt fyrir tilflutning málaflokksins frá atvinnuvegaráðherra til innviðaráðherra. Strandveiðimenn eru sárir en vongóðir að fá 48 daga næsta sumar. 8 börn hafa fæðst í Bretlandi með erfðamengi 3 foreldra til að koma í veg fyrir arfgenga sjúkdóma. Kári Stefánsson segir aðgerðina tiltölulega einfalda og fátt standi í vegi fyrir að fleiri börn verði getin með þessum hætti. Komið þið sæl, við byggjum ykkur velverðingar á því hve seint við erum á ferðinni með fréttatíman en það vegna framlengingar og vítaspyrnukeppni í leik Svía og Englendinga á EM kvenna í knattspyrnu í Sviss sem nú nýlokið með sigri Englendinga. En við byrjum á þessu. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum ákvað í kvöld að opna fyrir umferð almennings Grindavík en áréttar viðvaranir að fara með gát. Hættustig enn í gildi. Grindvíkingar eru langþreyttir á lokunum í bænum vegna eldgosa og efndu til mótmæla í dag. Talsvert hefur dregið úr gosvirkni. Krafturinn í eldgosinu hérna fyrir aftan mig hefur minnkað umtalsvert síðan að gosið hófst. En eldtungunar eru nú samt sem áður ansi tignarlegar. Það gís enn við Sundhnúkagíga en virknin nú bundin við 10 gíga. Lögreglustjóri á Suðurnesjum segir aðgerðir hafa gengið vel í dag. Fáir voru á ferli í Grindavík en einungis íbúar mega koma þangað. Fyrirtækjaeigendur í Grindavík eru mjög ósáttir við það að loka sig fyrir heimsóknir gesta í bæinn á meðan opið sé í Bláa lónið. 70 manns komu saman til að mótmæla þessu í dag. Það engin hætta hér, við erum ennþá fjær gosinu. Af hverju má Bláa lónið og Norðurlandinn opna en ekki við? Heldur þú sé ekki erfiðar að rýma Grindavík heldur en að rýma Bláa lónið? Nei, við erum með hérna 4 emergency exit og líka sjóleiðina. Það ekki erfitt að rýma Grindavík. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir það skiljanlegt að Grindvíkingar séu ósáttir en gæta þurfi fyllsta öryggis. Hver munurinn á Grindavík og Bláa lóninu þegar kemur að rýmingu? Já, kannski fyrst og fremst þetta jarðfræðilega ólík svæði en svo það auðvitað líka bara varðandi staðhættina að það auðvitað auðveldara að ná utan Bláa lónið þar sem að þar bara fólk staðsett á einum og sama staðnum á meðan að Grindavík auðvitað stærra svæði og þarf að fara lengra Þannig að það auðvitað í eðli sínu bara nokkuð mikil svona aðgreining á því þrátt fyrir að íbúar Grindavíkur séu orðnir ýmsu vanir og rýming þar gengur alla jafna alveg bara virkilega vel. Það enga gufur, það ekkert að koma upp, það ekkert að gera niðri. Ég skil vel að við þurfum að rýma, ekkert mál, en við skulum þá líka opna aftur þegar það augljóst að það ekkert að fara að gerast. Og núna eru við, litlu og meðalstór fyrirtæki, búin að ákveða það að fara í skaðabótamál gegn ríkinu. Það alveg augljóst. Þetta ekki hægt lengur. Við erum búin að láta traðka okkur of lengi til þess að gera ekki neitt. Hætta í byggðavöldum eldgossins sem mest í Grindavík samkvæmt hættumati Veðurstofunnar sem gildi fram á þriðjudag. Í Grindavík og við Reykjanesvirkjun mjög mikil hætta á jarðfalli ofan í sprungum. Kristín Jónsdóttir jarðeðlisfræðingur segir hlutverk Veðurstofunnar að vara við náttúruvá. Það sé annarra að ákveða viðbrögð svo ekki hljótist skaði af. Jarðfræðilega ólíku saman að jafna Grindavík og Svartsengi þar sem Bláa lónið Undir Svartsengi kvikuhólfið en það ekki sundurskorið af sprungum. Fáir hafa líklega gleymt að meira en 15 km langur kvikugangur myndaðist í hamförum 10. nóvember 2023 og liggur hann meðal annars undir Grindavík. Karlmaður lést þar eftir fall ofan í sprungu í bænum í janúar í fyrra. Það kvikugangur sem liggur alveg í gegnum og undir Grindavík. Og það eru sprungur sem eru þar sem þarf auðvitað alltaf að athuga.
En undir Svartsengi svo líka kvikuhólf á nokkra kílómetra dýpi þannig að þetta þetta bæði svæði sem að þarf að fylgjast mjög vel með og það það sem við erum að gera. Það var verið að gagnrýna þessar lokanir og meðal annars að gagnrýna Veðurstofuna fyrir það. Þið eru að segja að þið eru bara að meta gögn vísindalega en látið aðrum að taka ákvarðanir. Já, það algjörlega hlutverk Veðurstofuna bara samkvæmt lögum að við erum að fylgjast með náttúrunni og vara við náttúruvá og ekki bara eldgosum og jarðskjálftum heldur líka veðri og snjóflóðum og öðru og það svo annarra að taka ákvarðanir og tryggja regluverk þannig að ekki hljótist skaði af. Gasmengunar var vart strax í gærkvöldi langt frá gosstöðvunum. Blámóðuna mátti glögglega sjá meðal annars á Patreksfirði og Ísafirði í dag. Þá mældist mikil mengun til dæmis á Akureyri og mengunarský eða mengunarþoka lagðist yfir Dalvík, Hrísey, Ólafsfjörð og Siglufjörð. Þetta gas það berst víða og hvarfast svo í háloftunum og breytist í SO4 sem líka vont fyrir heilsuna. Þannig að það bara að gera að fylgjast vel með spánum frá okkur, gasspánum. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, boðar viðræður samstarf í varnar- og öryggismálum milli Íslands og ESB. Þetta kom fram á blaðamannafundi síðdegis með von der Leyen og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Von der Leyen kom hingað í gærkvöld en í dag fór hún meðal annars til Grindavíkur og kynnti sér almannavarnir og starfsemi björgunarsveita áður en haldið var á öryggissvæðið á Keflavíkurflugvelli þar sem fundur hennar með forsætis- og utanríkisráðherra var haldinn. Björn Malmquist, þú varst á þessum fundi í dag og það dróð til tíðinda, ekki satt? Jú, má segja það sem að kannski bara hæst var auðvitað þessi tilkynning þeirra tveggja viðræður samstarfi í varnar- og öryggismálum, nokkuð sem hefur svona talsvert mikill áhugi verið á þessu að undanförnu. Von der Leyen lýsti þessu sem mögulega þriðju stoðinni undir varnir Íslands, þar að segja hinar tvær eru auðvitað aðildina NATO og samningurinn við Bandaríkin. Skulum byrja á því að heyra hvað þær sögðu þetta. That we have decided to launch negotiations on a security and defense partnership. And this is something that we're hoping to finish by the end of the year, maybe over the course of a couple of months. This is very important for us to show that we can have cooperation in critical infrastructure, civil protection, any sort of dual-use defense investment. And this also includes hybrid and cyber threats. This partnership will bring Iceland into Europe's security and defence network too, in the wider sense that you have just described. It already counts 8 partners, including Norway, the UK and Canada. And with this security and defence partnership agreement, you would start to have access to our SAFE programme. This is our €150 billion joint procurement programme that could also then be of interest to you. Það líka ljóst að það áhugi meðal íslenskra fyrirtækja á að taka þátt í þessari áætlun Evrópusambandsins. Fulltrúi samtaka iðnaðarins var til að mynda á leiðtogafundi NATO nýlega þar sem var fjallað þessa áætlun og þannig að það gerist eitthvað á þessum málum í næstunni. En Björn, hvað þýðir þessi yfirlýsing? Hvaða skuldbindingar eru þetta fyrir Ísland? Já, sko það á bara eftir að koma í ljós. Viðræður eru náttúrulega ekki hafnar, hefjast á næstu vikum og standa fram til áramóta eins og þær sögðu í dag og það talsverður áhugi á báða bóga. ESB auðvitað ekki með her og öll áform það hafa aldrei náð flugi en ég held að íslensk stjórnvöld horfi stíft á þennan möguleika að sækja fé í þessa nýju áætlun Evrópusambandsins fyrir fjárfestingar í varnar- og öryggistengdum verkefnum og þannig geta líka stjórnvöld hér uppfyllt kröfur NATO aukna fjárfestingu í þessum málaflokkum og ég minni á að við erum líka búin að gera samning varnarstarfið til dæmis Bretland og Noreg. En það var líka talað viðskipti, það ekki Íslands og Evrópusambandsins? Já, það voru líka tíðindum í þeim málaflokki í dag. I also want to mention here trade. We are opening up a comprehensive trade review that we haven't seen basically since we joined the EEA. So there's a lot of opportunities there that I'm looking forward to seeing what comes out of.
Sko þarna Kristrún að tala endurskoðun sem að væri rauninni ákveðin fyrir 1,5 ári síðan í Brussel. Þetta snýst greiðari aðgang að vörum frá Íslandi inn á innri markaðinn, sérstaklega hvað varðar landbúnaðar og sjávarútvegsvörur, allar aðrar vörur eru í rauninni sko tollfrjálsar, en núna á að hefja þessi viðræður og það í sjálfu sér góða fréttir og það kannski líka mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það skiptir máli að ná valdamestu konu Evrópu í rúman sólarhring til Íslands og fljúga með hana suðvesturhornið og fá þennan tíma með henni. Ég held að ráðherrar utanríkis- og forsætisráðherrar hafi nýtt þennan tíma ágætlega og það held ég að hafi komið í ljós á þessum fundi í dag. Gott að benda á það, Björn. Takk kærlega fyrir allt þetta. Og við snúum okkur að allt öðru. Strandveiðum virðist með öllu lokið í sumar þrátt fyrir tilflutning málaflokksins til innviðaráðherra í dag. Strandveiðimenn eru sárir að fá ekki fleiri veiðidaga en vongóðir með næsta sumar. Mér finnst það súrt en ég alveg fús til þess að gefa þessu séns, gefa þessu tíma. Það búið að vera barátta en ég ætla að vona hún skýli sér til lengri tíma. Þetta langhlaup, ekki sprettur. Strandveiðimenn biðu í ofvæni eftir útspili frá ríkisstjórninni í morgun hvort einhver leið væri að tryggja 48 daga strandveiði í sumar líkt og lagt var upp með. Eftir hádegi birti stjórnarráðið svo yfirlýsingu að ákveðið hefði verið að færa strandveiðar frá atvinnuvegaráðuneyti til innviðaráðuneytis. Og við höfðum mikla von í brjósti að þetta yrði á veruleika. Vonbrigðin kannski meiri fyrir vikið? Já, kannski. Það alveg gott að segja það. Ég held að séu allir svona frekar ósáttir eða svona frekar sárir, eins og menn segja. Því að þetta hefur aldrei farið svona langt, En felur þessi breyting einhverja lausn fyrir strandveiðimenn í sumar? Ég vildi óska að svo væri en við erum auðvitað búin að skoða þetta mjög nákvæmlega og það ástæðan fyrir því að ég fór á stað með þetta bráðabirgðaákvæði, þetta frumvarp, að ég taldi ekki vera möguleika á að gera þetta á annan hátt en auðvitað þegar ljóst var að stjórnarandstaðan kæfði þetta mál, þá fór ég enn og aftur yfir það með okkar sérfræðingum. Ég fann ekki leiðina, því miður. Hanna Katrín segir tilflutningin hafi verið lengi í skoðun og ótengdan því að ráðuneyti hennar hafi ekki fundið aðra lausn. Mér finnst ekkert ólíklegt að innviðaráðherra geri aðra tilraun til að fara yfir málið. Ég veit að ég myndi gera það í hans sporum en því miður tel ég þetta vera fullreynt. Innviðaráðherra sagði í símaviðtali við Fréttastofu RÚV í dag að tilfærsla á málaflokkinum verði ekki til þess að bætt verði við aflaheimildum í strandveiðipottin í ár. Vopnahlé komst á milli sýrlenskra stjórnvalda og leiðtoga Drúsa í dag. Frá því að sunnudag hafa 350 verið drepin í átökum í landinu og í gær blandaði Ísrael sér í átökum með loftárásum á höfuðstöðvar hersins í Damaskus og nálægt forsetahöllinni. Tugir komu saman við bandaríska sendiráðið í dag til að mótmæla sem samfélag Drúsa á Íslandi boðaði til. لا في أكل لا في شرب لا في دواء لا في مدارس لا في جامعات المحافظة محاصرة من كل الجوانب. Opening a humanitarian relief and crossing immediately to save the people. The people have been in Sueda without electricity, without food, without medication, without medicines. Like poor people are dying there slowly. And they killed us with cold blood. Ólafur Ragnarsdóttir, fréttamaður, hverjir það nákvæmlega sem hafa verið að takast á í Sýrlandi síðustu daga? Þessi átakahrina byrjaði á milli tveggja hópa. Það drúsar sem eru trúalegur minnihlutahópur og ættbálka bedúína sem eru sunni múslimar. Og sýrlenski stjórnarherinn sem núna undir stjórn þeirra sem steyptu Bashar al-Assad af stóli í desember fór þarna inn í borgina Sueda þar sem þessi átök eiga sér staðamestu í suðurhluta Sýrlands. Til þess að stilla til friðar og svona ná tökum á ástandinu eins og þau sögðu. Það tókst ekki og svo núna á sunnudaginn þá var það bara eins og olía á eldin þegar 2 mönnum úr röðum Drúsa var rænt og síðan þá hafa að minnstakosti 350 verið drepin í þessum átökum. En inn í þetta blandast Ísrael. Hvers vegna það? Ísraelsk stjórnvöld spila sig sem eins konar verndara Drúsa í þessum máli. En markmiðið vafalaust líka að komast til áhrifa í Sýrlandi. Já. Þessi ríki deila landamærum og síðan Assad-stjórnin féll, þá hefur ísraelski herinn gert markvisst árásir á hernaðarleg skotmörk og líka nota dróna til að fylgjast með borgurum Sýrlands og jafnvel tekið á höndum.
Forseti Sýrlands, hann segir að markmið Ísraela sé að grafa undan stöðugleika og valda sundrungu eða sundra þjóðinni. Skulum grípa þess niður í ávarp hans í dag þar sem hann talaði beint til Drúsa. إن سوريا لن تكون أبدا مكانا للتقسيم أو التفتيت أو زرع الفتن بين أبنائها. نؤكد لكم أن حماية حقوقكم وحريتكم هي من أولوياتنا وأننا نرفض أي مسعى يهدف لجركم إلى طرف خارجي أو لإحداث انقسام داخل صفوفنا. En vopnahlé náðist í dag. Þessum átökum þar með lokið? Nei. Í fyrsta lagi þá eru þessi vígamenn bedúína, þeir eru búin að gefa það út að vopnahléið nái ekki til þeirra og ætla þá greinilega ekki að leggja niður vopn og við skulum ekki gleyma því að Sýrland nýkomið út úr næstum 15 ára skelfilegri borgarastyrjöld þar sem að gríða margir hópar gripu til vopna og börðust innbyrðis. Þannig að við getum kannski litið á þetta einstaka mál sem eins konar prófstein fyrir stjórn Ahmed al-Shara, hvort að henni takist að sameina þjóðina. Það spurning hvernig það gengur. En takk fyrir þetta að útskýrta fyrir okkur, Ólöf. 8 börn hafa fæðst í Bretlandi með erfðamengi 3 foreldra í stað 2 til að koma í veg fyrir arfgenga sjúkdóma. Fyrrverandi forstjóri íslenskrar erfðagreiningar segir að stíga þurfi varlega til jarðar þegar átt sé við hvernig manneskja verður til. En þetta sé tæknilega tiltölulega einfalt. Aðferðin lögleg í Bretlandi og hefur verið í áratug. Það þó ekki fyrir en fyrst núna nýlega sem að rannsóknir eru farnar að bera árangur og nú hafa 8 börn fæðst með genamengi 3 foreldra í stað 2 og laus við arfgenga sjúkdóma. 2 egg eru frjóvguð í ferlinu, 1 frá móður og hitt frá annarri konu. Þannig hægt að koma í veg fyrir erfðasjúkdóma sem berast frá móður til barns. Þetta tæknilega tiltölulega einfalt og væri í sjálfum sér ekkert sem að mælti gegn því að gera þetta út allt. Mér skilst að það sé búið að gera þetta að það séu það bil 100 börn í heiminum í dag sem að njóta þess að þetta var gert. Og þá það spurningin hvað við að gera með þessu? Við erum að fikta í því hvernig manneskja verður til og það misvosti frá mínu sjónarhorni alltaf svolítið óæskilegt og á mörkum þess að geta kallast ljótt. En þegar að ræða konu sem veit að hún með svona stökkbreytingar hefur jafnvel eignast barn sem með hræðilegan sjúkdóm sem á rætur sínar í stökkbreytingum í kvaðpera erfðamenginu, þá finnst mér einhvern veginn eins og við verðum að breyta svolítið afstöðu okkar til aðgerða af þessari gerð. Og eins og mér finnst einhvern veginn eins og svo löngun konuna til að eignast heilbrigt barn sé réttlætanleg og falleg og við að reyna að stuðla að því. To see the relief and joy on the faces of the parents of these babies after such a long wait and such fear about the consequences for them from their family histories. It's brilliant to be able to see these babies live, thriving and developing normally. Karl Kitto arfberi kvatberaheilkennis og dóttir hennar með sjúkdóminn. It's impacted a huge part of her life and ultimately then our lives in terms of what we can do as a family. We have a lovely time as she is, but there are the moments where you realise how devastating mitochondrial disease is. Lilly sjálf erfðaberi sama sjúkdóms og systir hennar með. Henni þykja tíðindin góð að hægt væri að koma í veg fyrir að börn hennar veikist af alvarlegum arfgengum sjúkdómum í framtíðinni. It's the future generations like myself or my children or my cousins who can have that outlook of sort of a normal life. Þar sem aðgerðin sé tæknilega ekki mjög flókin standi fátt í vegi fyrir að fleiri börn verði getin með þessum hætti allan heim. Á Íslandi séu fjölskyldur þar sem alvarlegir sjúkdómar hafa borist frá móður til barns í gegnum kvatbera. En staðreyndin sú að þessi sjúkdómar geta verið mjög alvarlegir. Þau geta verið banvænir og þeir minnst búa til slíka byrði og angist hjá foreldrum að mér finnst minnst eðlilegt að við íhugum það vandlega hvort það eigi ekki að gera svona áfram. Við biðjum ykkur velvirðingar því að það var ruglingar á textanum hjá okkur en hún verður að sjálfsögðu aðgengileg með réttum texta á ruv.is.
Skilvirkni starfa á Alþingi gæti aukist verulega ef þingskaparlögum yrði breytt og mál myndi lifa milli þinga, segir lagaprófessor. Innan við helmingur af þeim lagafrumvörpum sem ríkisstjórnin lagði fram á nýafstöðnu þingi varð að lögum. 114 þingmál voru á þingmálaskrá ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur sem lögðu fram í febrúar. Ríkisstjórnin lagði fram 96 mál, 18 þingsályktunartillögur og 78 frumvörp. 11 þingsályktunartillögur voru samþykktar og 33 af 78 frumvörpum sem voru lögð fram urðu að lögum. Það innan við helmingur. Hæst ber frumvarp atvinnuvegaráðherra veiðigjald þar sem sett var Íslandsmet í ræðutíma. Frumvarpið var samþykkt sem lög frá Alþingi á mánudag með 34 atkvæðum stjórnarliða gegn 23 atkvæðum stjórnarandstöðu. Fjölmörg mál falla því dauð eins og sagt er. Því þingsköp eru þannig að ef mál ekki afgreitt þarf að leggja það fram aftur á nýju þingi og fara með það aftur í gegnum þinglega meðferð, mæla fyrir því, senda til nefnda og leita umsagna. Mörg þingmálanna sem nú falla niður hafðu þegar hlotið þinglega meðferð að hluta. Má þar með nefna meðal annars endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu, búvörulög, bókun 35, hunda- og kattahald í fjölbýlishúsum, fjölmiðla, framhaldsskóla, kílómetragjald, leigubifreiðaakstur, samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, strandveiðar og útlendinga. Á Norðurlöndunum fyrirkomulag líftíma þingmála misjafnt. Í Noregi geta þingmál lifað út kjörtímabilið, í Svíþjóð þarf að afgreiða þingmál á því kjörtímabili sem það lagt fram, en í Danmörk svipað fyrirkomulag og hér. Til að breyta þessu þyrfti að breyta 35. grein stjórnarskrárákvæðis. Kosturinn væri að í þessu fælist ákveðin skilvirkni vegna þess að núna falla þingmálin niður og það er verið að leggja fram upp á nýtt og byrja meðferð þeirra aftur. En pólitíski veruleikinn sá að venjulega er sama ríkisstjórn að starfa innan kjörtímabils og vill vinna framgangi sinna mála, en þetta þá tefur fyrir og gerir þeim erfiðara vik. Þannig með þessu að þá gæti ríkisstjórnin unnið áfram að sínum málum án þess að fara að byrja upp á byrjunarreit á hverju löggjafarþingi innan sama kjörtímabils. Ferðamenn hafa sýnt eldgosin á Reykjanesskaga mikinn áhuga. Fáir þó eins og bandarískir jarðfræðingar sem voru hér í brúðkaupsferðinni sinni þegar eldsumbrotin hófust í gær. We're both geologists on our honeymoon and this is a pretty incredible opportunity to say the least. The fact that just a day or two before we were leaving, the fissure opened. We've been checking the threat levels on the really great website from that the country puts out, and we were just absolutely thrilled the fact that the threat levels went up today, and then they told us, or last night, and then they told us that there was an actual curtain of lava is pretty incredible. It was definitely on our bucket list to try and see some active lava activity, above surface and whatnot. So we are so thrilled that the timing worked out. It's, can't wait to get closer someday, but right now this is pretty spectacular and I think the closest either of us have been to lava, so. Og þá það veðrið. Á morgun nálgast landið grunnlægður suðri. Það útlit fyrir hæga breytilega átt og fer að rigna sunnan og suðaustanlands. Annars víða skýjað og smá skúrir en líkur á þokuvokum við norður- og austurströndina. Hiti verður 12 til 20 stig og það verður hlýjast inn til landsins en svalara í þokulofti. En við verum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Áttalegu úrslit Evrópumótsins í Sviss héldu áfram í kvöld og mættu núverandi Evrópumeistarar England Svíþjóð í Zürich. Valur og Víkingur léku síðari leiki sína í fyrstu umferð forkeppni sambandsdeildar Evrópu í fótbolta í dag. Og keppni hófst á opna meistaramótinu í golfi á Norður-Írlandi í dag, elsta af risamótunum 4. Þetta og fleira í íþróttum. Og það var helst í þessum fréttatíma að Grindavík nú opin fyrir almenning samkvæmt ákvörðun lögreglu í kvöld. En gís úr 10 gígum á Reykjanesskaga þótt virkni hafi minnkað. Gasmengun berst á Vestfirði og Norðurland. Ísland og Evrópusambandi stefna að samstarfi í varnar- og öryggismálum. Þetta kom fram eftir fund Ursulu von der Leyen frá forseta framkvæmdastjórnar ESB með forsætis- og utanríkisráðherra í dag. Fleiri en 350 hafa verið drepin í Sýrlandi síðustu daga. Í dag var samið vopnahlé milli sýrlenskra stjórnvalda og Drúsa. Samfélag Drúsa á Íslandi mótmælti við bandaríska sendiráðið í dag. Strandveiðum í sumar lokið þrátt fyrir tilflutning málaflokksins frá atvinnuvegaráðherra til innviðaráðherra. Strandveiðimenn eru sárir en vongóðir að fá 48 daga næsta sumar.
8 börn hafa fæðst í Bretlandi með erfðamengi 3 foreldra til að koma í veg fyrir arfgenga sjúkdóma. Kári Stefánsson segir að aðgerðina tiltölulega einfalda og fátt standi í vegi fyrir að fleiri börn verði getin með þessum hætti. Þessum síðbúna fréttatíma að ljúka og þá komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10. Hann var í útvarpinu klukkan 10. Næsti fréttatími í útvarpinu á miðnætti. Og svo birtast jafnan nýjustu fréttir hjá okkur á RÚV.is en við á fréttastofunni við þakkum ykkur biðlendana sem það hafi sýnt okkur með fréttirnar. Við þakkum ykkur samfylgdina þessum af þessum degi. Verið þið sæl.